Það október og þá gerist æmilega tvennt. Gjörningalistahátíðin A og Leikfélag Sauðárkróks setur upp barnaleikrit. Þetta bara fögtum lífinu. Og til mín eru komnar þær Sigurlaug Dóra, sem formaður leikfélagsins ekki satt. Jú. Akkurat. Og Guðrún Thors, gjörningalistakona og sjamanisti og guðmóð eitthvað. Verið hjartanlega velkomnar. Takk fyrir. Jæja, frumsýning innan viku. Já, það bara frumsýning á miðvikudaginn, núna í næstu viku. Þannig að þetta bara rétt að bresta á. Og þið eruð á nýjum slóðum. Já, við færðum okkur aðeins til í firðinum, svo það væri bara styttra fyrir ykkur hérna á Akureyri að koma til okkar. Góður punktur. Góður punktur. Nei, við það eru framkvæmdir í Bifröst sem við höfum bara alltaf sinnt í og húsið bara ekki tilbúið. Og þá bara var annarkvort að cancela tímabilinu eða leita á lausna. Og við ákveðum að við varum búin að cancela nóg eftir COVID og þannig að við fórum bara í svona lausna miðavinnu og semdum við Miðgarð í Varmahlíð. Þetta er geggjað hús. Það er geggjað hús og Svolítið stórt. Já, þú veist, við getum alveg fyllt Miðgarð. Ég hef alveg trú á skaffuringum og nærsveitamönnum. Við verðum létt með að finna Miðgarð. Næsta miðvikudag, allir í Miðgarð. Allir í Miðgarð. Og en eins og ég segi, þetta er svona auðvitað breyting fyrir okkur. Við erum náttúrulega, Bifröst er náttúrulega mjög lítill salur og lítið svið og þannig að við þurftum náttúrulega bara á miðju æfingartímabili að breyta öllu og í raun og veru bara fórum við samninga viðræði við vetrastarfi var náttúrulega allt komið á stað í Miðgarði þannig að við þurftum að semja við kórana að færa sig aðeins til fyrir okkur En þetta er allt sem að gengi eftir? Já, bara eftir svona smá krókaleiðum og samningaviðræðum og góðu samstarfi í raun og veru við húsverði bæði Bifröst og Miðgarði að þá gekk þetta alltaf upp. Dásamlegt, þannig að þið ætlið glaðbært að frumsýna skilabóðskjóðuna. Já. Söngverk fyrir unga sem aldna. Já, þetta er eiginlega það sem er skemmtilegt við skilabóðskjóðuna. Þetta er eiginlega svona fyrir allan aldur og þetta er eiginlega bara leikskólabörn upp í gamalmenni og allt þar á milli. Já, við þekkjum öll þessa súpu af ævintýrum sem við verðum að vísa til. Já, og náttúrulega bara líka auðvitað hvert leikfélag gerir svolítið, sína sýningu að, hverja sýningu að sinni, og við kannski lögum smá herslu á að ná svona fullorðinsbröndurunum og eru með svona leyni viðbót sem að fólk verður bara að koma og sjá. Kemur svolítið upp úr okkar skilabóðaskjóðu sem hefur ekki sést annars staðar, sem er kannski meira svona sérstaklega sniði fyrir svona miðaldra plús fólk, þannig að núna ætlum við að Svona eins og fyrir mig á breytingaskeiðinu. Já. Skilabóðskjóðan fullt af breytingaskeiðsbröndurum. Já. Þannig að þetta er svona kannski áhersla á að líka bara fá fólk til að koma saman í leikhús, fjölskylduna saman, allan ættbálkinn. Og talandi um koma saman. Nú eru þið gjörningalistafólk hér á Akureyri að stefna fólki saman í bara vítt og breytt bæinn. Við byrjuðum bara í gær. Þið byrjuðu í gær. Bara quiz búm bang. Það var geggjað. Og ég er rosalega stolt af þessari hátíð því að þetta er 8. sinn sem við erum. Og Akureyri er náttúrulega bara 20.000 manna bær. Þetta er bara smá þorp með öllu því sem því fylgir. Smásálum og stórsálum og allt það. Og það er náttúrulega menningarpeningarnir koma ekkert mikið út á landsbyggðina. Þú veist, það er bara þannig. Við þekkjum það öll. Þannig að hello, pólitík, haldið áfram. Og þannig að þetta er svona low budget dæmi, menningarfélagi Hof og listasafnið eru með þetta. Og í gær þá bara ótrúlega gaman, 23 listamenn frá nokkrum löndum, Pólland, Rússland, Króatía, sirkuslistafólk frá Króatíu. Þannig að þetta er líka fyrir börn og bara pluss eitthvað. En fer þetta fyrst og fremst fram í listasafninu og Hofi eða er þetta Þetta er við höfum við erum alltaf að læra sem betur fer og fyrstu hátíðarnar voru svolítið vítt og breytt og við vorum að hlaupa á milli, ég með þessa daska og eitthvað, það vantar daska og eitthvað svona og höfðum svo stuttan tíma, en núna erum við aðeins að róa okkur, reyna að hafa þetta þannig að fólk getur fengið sér prosecco eða kaffi á milli og rölt á milli. Þannig að þetta er aðalega í listasafninu, Deiglunni, Hlaðar Litlagarði, í Engasafninu í Eyjafirði og þannig að
en því miður þá náðum við ekki, sko Hof er einhvern veginn búið að sprengja utan af sér, sérstaklega eftir COVID, bla bla bla, það var bara flókið að einhvern veginn að fara þar inn. En þú veist, hver veit, kannski verður þú þar með eitthvað uppistand, á laugardaginn? Nei, á laugardaginn verður ég á Græna að bulla með hálfutinu mínu. Ó já, einmitt, svo er svo margt að gerast. Þú þarna á laugardaginn, svo þarna Svavaknútur, hann líka, það svo mikið allt inn að gerast. Er þetta ekki bara svona að njóta þess að hérna við erum aðeins lausu COVID og menningin konar stað og þetta snýst svolítið bara að fara, eins og núna erum við bara með 4 sýningar í stað fyrir kannski 10-11. Bara nákvæmlega. Það er eiginlega bara áið náttúrulega ykkur báðar. Þetta er bara í gangi þessa daga. Þetta er bara þessi 4 sýningadagar, þannig að nú er bara að taka það ákvörðun að nú ætlum ég að gera eitthvað skemmtilegt. Tökum öll þátt, bæði þau sem er að fremja listina og en hún þarfnast áhorfanda. Þannig að nú drífum við okkur bara öll. Yes. Gangi ykkur vel, poi Takk fyrir. Og góða skemmtun. Sömuleiðis. Takk sömuleiðis. Akkurat. Sko, allir svo glaðir, öll dýrin í skóginum og svo framvegis. Við sjáumst eftir smá skilaboð.